haft rosalega mikið áhuga á þessu og búin að vera að hrærast í þessum bransa alveg frá því ég var bara 13 ára gömul. Byrjaði að fara út á land og vinna á hótelum hingað og þangað og fekk bara mjög mikið áhuga og finnst þetta mjög skemmtilegt. Og svo bara hélt ég áfram og fór í framhaldsnámi í Menntaskólanum í Kópavogi í ferðamálastjórnun og hélt svo áfram í framhaldsnámi í Bandaríkjanna og hef alltaf verið að vinna með á sumrin í þessum bransa. Finnst þetta bara mjög skemmtilegt. Það er náttúrulega bara ótrúlega margt sem Húnaþing hefur upp á að bjóða og það er náttúrulega þessi víðátta, fallegt umhverfi, mikið fuglalíf, veiði og svo náttúrulega Vatnsnesið okkar hérna í kring og hérna Hvítserkurinn, Borgarvirki, höfum ótrúlega margt upp á að bjóða og afþreyingin er alltaf að aukast hjá okkur líka og má nefna selasiglingarnar inn á Hvammstanga og Selasetrið, upplýsingamiðstöðina, þannig að það er eiginlega bara endalaust og svona sittlítið að hverju sem hægt er að finna hérna. Húnaþing er í mjög mikilli sókn í þessum bransa og ferðamálasamtökin hérna hafa líka verið að standa sig mjög vel í að koma okkur á framfæri og þetta hefur náttúrulega svona margfölda áhrif út í samfélagið. Við erum að skapa til dæmis hérna bara yfir sumartíma 36 störf. Við erum að reyna að versla eins og við getum við byrgja hérna á þessu svæði. Við erum að kaupa mikið okkar hráefni hérna frá bændum hér frá sláturhúsinu. Við erum að kaupa þjónustu á þvottahúsinu Perlunni á Hvammstanga og meira en 85% öll okkar starfsfólki er hérna úr Húnaþingi vestra. Þannig að þetta klárlega hefur mjög mikil áhrif, jákvæð áhrif. Ég finnst þetta skemmtilegt og mjög mikla ánægja þessu og trúum því að þetta svæði sé svona framtíðarsvæði í ferðaþjónustunni og þótt þetta, fólk segir þetta sé middle of nowhere en þetta er alveg við þjóðið eitt og stutt í marga mjög fallega staði þannig að við höfum trú á því sem við erum að gera.